Lögreglurannsókn er hafin á umfangsmiklum gagnaþjófnaði úr kerfum sérstaks saksóknara og njósnum fyrir rúmum áratug. Ríkissaksóknari telur að þarna geti verið brot á persónuverndarlögum. Mikil þörf er fyrir úrræði á Akureyri fyrir fólk með geðrænan vanda, segir móðir ungs manns sem hefur verið saknað síðan í mars. Hann dvaldi þá fjarri fjölskyldu sinni á meðferðardeild í Reykjavík. Á þriðja tug erlendra gesta voru við hátíðahöld á Rauða torginu í Moskvu í dag. Rússar fagna því að 80 ár eru frá uppgjöf nasista. Fréttaritari RÚV var í Moskvu. Alþingi kemur saman til aukafundar á morgun til að reyna að ljúka fyrstu umræðu veiðigjaldafrumvarp atvinnuvegaráðherra. Umræður hafa staðið í tæpar 30 klukkustundir sem er met. Og Leó XIV hélt sína fyrstu messu í Vatíkaninu í dag. Bróðir hans segir að nágranni þeirra í barnæsku hafi spáð því að hinn 6 ára Róbert Próvost yrði fyrsti bandaríski páfi sögunnar. Komiði sæl. Lögreglunni á Suðurlandi hefur verið falið að rannsaka umfangsmikinn gagnaþjófnað úr kerfum sérstaks saksóknara og njósnir fyrir rúmum áratug. Ríkissaksóknari segir ekki tilefni til að íhuga stöðu sína og vísar ásökunum vanhæfi á bug. Nefnd eftirlit með lögreglu ætlar að hefja frumkvæðisrannsókn á meðferð gagna hjá lögreglunni. Lögreglan á Suðurlandi fékk í dag erindi frá embætti ríkissaksóknara þar sem henni var falið að rannsaka möguleg brot á persónuverndarlögum í tengslum við umfjöllun Kveiks og Kastljós annars vegar njósnastarfsemi Björgólfs Thors Björgólfssonar og lögreglumann sem tók þátt í þeim og hins vegar umfangsmikinn gagnaþjófnað úr kerfum sérstaks saksóknara. 2 fyrrverandi lögreglumenn sérstaks saksóknara eru sagðir hafa stólið gögnunum, Jón Óttar Ólafsson og Guðmundur Haukur Gunnarsson. Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari hefur ekki gefið kost á viðtali en sagðist í samtali við fréttastofu ekki telja brotin fyrnd þrátt fyrir að vera ríflega áratuga gömul. Þetta kunni að vera svokölluð ástandsbrot þar sem spurning sé upphaf og endi þeirra. Kallað hefur verið eftir afsögn bæði ríkissaksóknara og héraðssaksóknara sem áður var sérstakur saksóknari. Hvorugt þeirra segist sjá tilefni til þess. Þá hefur Sigríður verið sögð vanhæf til þess að fjalla meint brot í ljósi þess að hún felldi niður rannsókn á hendur Jóni Óttari og Guðmundi Hauki á sínum tíma. Hún segist ekki geta tekið undir þau sjónarmið. Fréttastofa hefur ekki náð tali af lögreglunni á Suðurlandi. Fjölskylda ungs manns með einhverfu og geðklofa sem hefur verið saknað síðan í mars hefur hafið söfnun í hans nafni og segir áreiðandi að bæta þjónustu við fólk í hans sporum. Hjalti Snær Árnason var 22 ára þegar hann hvarf í Reykjavík. Umfangsmikil leit var gerð en hann hefur ekki fundist. Hann var bara ótrúlega ljúfur og maður fann ekki hjartahreinni mannsku. Það er bara, ekki til vont í honum. Hjalti Snær greindist á einhverfurófi sem barn og átti erfitt með að fóta sig félagslega. Í 2 ár áður en hann hvarf hafði hann svo glímt við erfið geðræn veikindi. Fjölskyldan býr á Akureyri en sjálfur fluttist hann til Reykjavíkur. Þar versnuðu veikindin og hann var nauðungarvistaður á Landspítala en fór svo þaðan á sjúkrahúsið á Akureyri, þar sem hann var enn skráður með lögheimili. Á Landspítala segir fjölskyldan hann hafa verið á bataleið en hafi byrjað á byrjunarreit á Akureyri. Starfsfólkið er að gerast besta með það sem þau hafa í höndunum. Það er bara þannig og við erum ekki reið út í starfsfólki þannig en bara, það er bara ekkert annað í boði en bara hérna eru lyf og þú tekur lyf og það er bara þannig. Þá hafi vantað endurhæfingu sem hentaði fólki eins og honum, ekki áframhaldandi spítalavist. Aðalega, að þegar hann er meðfærilegur og meðtækilegur fyrir aðstoð að hann hefði gripinar með einhverju úrræði sem hefði hentað og það náttúrulega er bara ekki til, allavega ekki á Akureyri. Hann komst þó loks að í úrræðinu Laugarási í Reykjavík sem er meðferðargeðdeild fyrir fólk með geðrofssjúkdóma á byrjunarstigi. Móðir hans segir það einfaldlega hafa verið of seint og honum hafi reynst erfitt að vera svo fjarri fjölskyldunni. Í síðasta samtali þeirra mæðgina þegar hann er á Laugarási lýsir hann vanlíðan. Liggur við að ég búist við að hann verði bara lagurinn og þegar ég tala við hann þá var hann algjörlega, hann bara þurfti að tala og það var bara hann. Ekkert geðrof, ekkert.
Gerður segir öllum hafa átt að vera ljóst að staðan væri alvarleg en hún heyrði ekki frá syni sínum framar. Við getum ekki þannig séð útbúið skipulagt jarðarför fyrr en eitthvað við vitum samt alveg hvað gerðist. En henni finnst ekki þannig að við þurfum að bíða 4 mánuði eftir að geta gert eitthvað. En við getum haldið upp afmæli hans. Í dag 23 ára afmælisdagur Hjalta. Móðir hans segir það mikilvægt í sorginni að láta gott af sér leiða og það hefði sonur hennar viljað einnig. Því hefur verið sett af stað söfnun sem þau vona að geti hjálpað öðrum fjölskyldum í sömu sporum. Þannig við ákveðum bara, nú ætlum við bara að fagna honum og hans lífi og því sem hann hefur kennt okkur með að halda upp afmæli hans og í leiðinni gera einhvers konar styrktar. Og það vantar svo nauðsynlega einhver úrræði, sérstaklega á Akureyri. Líf fólks í Rússlandi hefur breyst talsvert eftir innrásina í Úkraínu fyrir 3 árum. Forseti Rússlands fullyrti í hátíðarræðu í dag á sigurdeginum svokallaða að öll þjóðin stæði á bakvið innrásina. Jón Björgvinsson, fréttaritari RÚV, fékk sjaldgæft tækifæri til að komast til Rússlands og fylgjast með hátíðahöldunum í Moskvu. Á 3. tug þjóðarleiðtoga þáði boð stjórnvalda í Rússlandi fyrir hátíðahöldin í Moskvu í dag. Fremstur meðal jafningja þar var Xi Jinping, forseti Kína. Í gær fögnuðu bandamenn lokum síðari heimsstyrjaldarinnar víða heim. Yfirskrift hátíðahaldana í dag var sigur Sovétríkjanna yfir Þýskalandi nasismans. Átökin í Úkraínu setja vissulega svip á þessi hátíðarhöld hér í Moskvu í dag. Árlega ganga hinna ódauðlegu þar sem ættingjar bera myndir af sínu nánustu sem féllu í föðurlandsstríðinu mikla svokallaða seinni heimsstyrjöld var blásin af ótta við árás frá Úkraínu þótt Viktor, einn þeirra sem var þrátt fyrir það að minnast afa síns, orðaði það kannski ekki alveg þannig við mig. Переживают за народ, чтобы не пострадал никто, провокация могут быть и все такое. Og vissulega hafa Úkraínumenn verið að færa sig upp á skafti með drónaárásum á Moskvu undanfarna daga. Sennilega mest til að minna íbúa höfuðborgarinnar á afleiðingar stríðsins í Úkraínu, það sem ritskoðaðir fjölmiðlar hér gera ekki. Hér var því ekki í dag verið að minna á hver hleypir nú friðnum í Evrópu í uppnám, heldur verið að minnast þjóðarinnar sem færði stærstu fórnina til að koma þeim friði á fyrir 80 árum með yfir 25 milljónum mannslífa. Síðan við innrás Rússa í Úkraínu fyrir 3 árum hefur Rússland verið nær lokað fyrir erlenda fréttamenn og því lítið heyrst þaðan hvaða áhrif stríðið hefur haft á hinn almenna Rússa. Hátíðahöldin í dag gáfu Jóni Björgvinssyni hins vegar óvænt tækifæri til að komast til Moskvu og kanna hug íbúana þar til átakana. Hér í þessum friðsæla garði við Novodevichy-klaustrið ekki að sjá að ófriðurinn í vestri sé mönnum ofarlega í huga. Og þó. Изменения, конечно, я просто в банковской сфере работаю, поэтому финансовые потоки, все мы поменяли, мы адаптируемся к текущей реальности, к текущей действительности. Мне кажется, люди стали более закрытыми, меньше стали общаться, и раздоры в семьях, ну, я там не понаслышке знаю, и это сложно. Это все-таки выживание в сложившейся ситуации. Я бы сказала, что это стадия выжидания. Все замерли. Hér á markaði í miðri Moskvu fátt mannin. Það reynist mörgum erfitt að ná endum saman þegar verðið hér hefur hækkað 8% bara frá síðustu áramótum í landi sem þarf nú að kljást við bæði viðskiptabann og methalla á fjárlögum. Да, выросли, потому что изменился курс, когда он там был 70, теперь под 100, но сейчас пошло подниз, конечно. Прекратится война прежде всего. Не знаю, просто всему надоело уже так. И все равно сомнения. Alexander sá eina af viðmælendum mínum sem notaði orðið stríð þessa sérstöku hernaðaraðgerð sem innrásin heitir hér. Og hér eru menn skráðir í þessa sérstöku hernaðaraðgerð. Fyrir herþjónustu nýliðum nú heitið 8 milljónum króna, 10-földum verkamannalaunum fyrir fyrsta árið á víglínunni. Því koma hingað ekki aðeins ungir menn frá fjarlægustu héröðum þessa stóra lands, heldur einnig alla leið frá Suður-Ameríku og Afríku, en fæstir viðurkenna að launin séu hvatinn. Je ne suis pas venu pour ça. Pour moi, je voulais accueillir une formation militaire venant de la Russie d'abord. Но у меня много родственников, которые там служат. Офицеры есть, и контрактники, и добровольцев тоже много. И дед у меня воевал, и дядя в Афганистане был, и брат в Чечне был. Так что
Это в крови. En lengra en að þessu hlýði mér ekki leyft að fylgja nýliðunum á leið þeirra á Vígvöllin í vestri. Albert Jónsson, sérfræðingur í alþjóðamálum, vertu velkominn. Kínverjar, þeir segjast nú almennt ekki hafa stutt Rússa svona beint í stríðið þeirra í Úkraínu, en samt stendur Kínaforseti við hliðina á Vladimir Putin á Rauðatorginu á þessum hátíðisdegi. Hvað þýðir það? Þetta er geypilega þýðingu, mikla þýðingu fyrir Rússa, mikið gildi fyrir þá. Sko, Xi Jinping hefur komið áður í heimsókn til Rússlands og reyndar eftir innrásina í Úkraínu. En að mæta þarna í dag við þetta stórpólitíska tækifæri og sem hefur gífurlega þýðingu fyrir Rússa, þá er svona ákveðið blaðbrotið í samskiptunum og eins og einn góður maður orðaði í dag, Rússar eru komnir ofan af girðingunni og hvað á hann við með því? Jú, Kínverjar eru komnir ofan af girðingunni, hvað á hann við með því? Jú, Kínverjar hafa viljað láta líta svo út að þeir væru í svona málamiðlunar hlutverki að kæma að Úkraínu og vildu beita sig fyrir sáttum og friði. En það er holhljómur í því vegna þess að þeir eru eitt stærsti kunni Rússa þegar kemur að kaupum olíu og gasi og jafnframt og ekki síður þá hafa þeir látið Rússum í té feikilega mikið magn af ýmsum græjum og tækjum og búnaði sem gagnast Rússum í hergagnaframleiðslu sem skiptir auðvitað feikilega miklu máli. Og svo fleira sem nýtir vinaböndin það komið fram hjá Kínverjunum í þessari heimsókn að þeir líta svo á að þegar komið upp vandamál eða krísur á alþjóðavettvangi þá verður að grafast fyrir rætur málsins. Þetta er akkúrat orðalagi sem að Rússar nota þegar þeir tala Úkraínu og hver er rót vandans þar að þeir áliti? Jú, það er auðvitað framkoma Úkraínu og framkoma NATO-ríkjanna og einnig talað einhverja ótilgreinda aðila sem að megi ekki koma í veg fyrir það, utan að komandi aðila megi ekki koma í veg fyrir það að Kínverjar og Rússar nýti en freka vináttuböndum. Þannig er auðvitað að tala Bandaríkin og það er aðili sem sameinar þessa tvo. Bara rétt í lokin, á þessum degi fyrra þá voru bara 9 erlendi gestir og þar áður var enginn. Í dag er á 3. tug, eru Rússar komnir inn á kuldanum? Ég myndi orða kannski þannig hafa einhvern tíma verið alveg í kuldanum, það er nú svo sérstakt. Fyrir Kínverja þá eru ríki í Asíu, í Afríku, Suður-Ameríku sem hafa aldrei tekið undir neina harkalegar ályktanir í garð Rússa vegna Úkraínu eða tekið undir eða verið með í harkalegum aðgerðum. Og þetta er að hluta til vegna þess að Úkraína er fjarlægt fyrir þau og annað sem skiptir það meira máli en það er líka að Kínverjar eru mjög aktífir í þessum heimshlutum og beita sínum fjárhagslegu burðum til að áhrifa á þessi ríki og þau vilja vera fyrir hliðina á Kínverjum og það hjálpar Rússum sem eru hnignandi stórveldi og hafa ekkert val. Þeir eru ekki sérstaklega vel við Kínverja en þeir hafa ekki val. Einmitt það. Albert Jónsson, þakka kærlega fyrir komuna. Og svona að skildum málum, forseti Bandaríkjanna heitir því að beita Rússa refsiaðgerðum, gerir þeir ekki 30 daga vopnahlé í Úkraínu. Þetta sagði hann eftir símafund með leiðtogum 10 hinna svokölluðu G-ríkja í gær, þar sem forsætisráðherra Íslands var meðal þáttakenda. G-ríkin eru Norðurlöndin, Eystrasaltsríkin, Holland og Bretland. Leiðtogarnir áttu líka símafund með forseta Úkraínu, þar sem 30 daga tillagan var rædd. Kristrún Frostadóttir sagði í hádegisfréttum í dag að vonandi kæmi ekki til refsiaðgerðanna. Við vorum að tala öryggislandslagið í Evrópu og þar auðvitað kemur staðan í Úkraínu upp. Við áttum á svona óformlegum fundi leiðtoga í gær samtal, hópurinn við Donald Trump Bandaríkjaforseta og Volodymyr Zelenský og Úkraínuforseta, þar sem hann var verið að þrýsta á þetta 30 daga vopnahlé og líka þá að því myndi fylgja refsiaðgerðir ef það yrði rofið og ræddum þetta áfram á fundunum í morgun. Bara stutt, í hverju felast þessar viðskiptaþvinganir eða refsiaðgerðir? Bandaríkjamenn hafa rætt mögulega að fara í viðskiptaþvinganir sem snúa að fjármálakerfinu sem eru eitthvað sem myndi snerta Rússland mjög illa og eins varðandi orkumál. Boðað hefur verið til auka þingfundar á Alþingi á morgun. Aðeins 1 mál er á dagskrá, framhald fyrstu umræðu veiðigjaldafrumvarp atvinnuvegaráðherra. Þingmenn hafa rætt málið í tæpar 30 klukkustundir, sem er met, og þingfundur stóð fram yfir miðnætti í gær. 8 þingmenn eru enn á mælendaskrá, allt þingmenn stjórnarandstöðunnar. Forseti Alþingis segir eðlilegt að þingmenn takist á þetta mál. Kannski ekki hiti, en það er mikil umræða og leiðrétting veiðigjalda er umdeilt mál á Alþingi.
Það mikil pólitík í því og það auðvitað það sem verið að ræða. Hver hafa viðbrögðin verið við því að bæta við fundi í fyrramálið? Engar athugasemdir til mín að minnsta kosti, þannig að ég þakklát fyrir það og þingmenn auðvitað hafa rétt á því að nýta rétt sinn til þess að halda sína ræður við fyrstu umræðu og þegar það nýtt með þessum hætti þá tekur það meiri tíma en vanalega, þannig að við verðum bara að aðlaga dagskrána að því. Þá að allt öðrum. Það stendur mikið til í Smárabíói þar sem innan skams hefst Íslands frumsýning heimildamyndar Davids Attenborough hafið. Og í Smárabíói Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður. Eva. Já, það mikil eftirvænting í loftinu hérna. Þessi frumsýning í dag 9. maí, hún til heiðurs Attenborough sem fagnaði 99 ára afmælinu sínu í gær. En við náðum tali af leikstjóra myndarinnar, Toby Nolan, fyrr í dag, sem segir að mikinn heiður að vinna með Attenborough. All life began in the deep blue sea. A complete privilege. He's an amazing human. I've been working with David for 17 years, but nothing has come close to the importance of this film. This is David Attenborough's most authored and personal piece yet. Released yesterday on his 99th birthday. This is not another episode of TV. This is a feature film for cinematic release. This is a global event, and we really think this is a moment in history. This is such a privilege to be here in this beautiful ocean maritime country that is so tied to the sea, and how lucky you all are to have this incredible coastline around you. I really think this film couldn't be more relevant for a country like Iceland, which is also on the 30 by 30 journey that we are all on a mission to protect a third of the ocean by 2030. Aðstæður við gerð myndarinnar hafið oft verið krefjandi eins og gefur að skilja á hafi úti, en eitt augnablik stóð upp úr hjá Toby. One particular moment stands out, filming with David, and we were on a cold beach in England, the south coast of England. It was a very cold winter day, 1-2 degrees, and he was delivering the opening and closing words to the film. He was talking about how after nearly 100 years on Earth, he's come to one conclusion, that the sea is the most important place on the planet, and that if we save the sea, we save our world. And they were the most powerful words I've ever heard him say. He read them in such an intimate way, and that will stay with me forever. I'll really treasure that. Já, það svona að líða að þessu, en ég í mjög góðum félagsskap og hérna hjá mér Perla Gísladóttir. Já, við erum náttúrulega ekki búin að sjá myndina, en bara hvernig svona horfir þetta við þér þessi umgjörð hérna? Já, ég ótrúlega spennt að sjá myndina fyrst og fremst. Hafið okkur auðvitað grundvöllur tilveru okkar hér á þessu landi, þannig að þetta okkur viðkomandi og hérna ég spennt að sjá hvað hann hefur að segja. Leikstjóri myndarinnar sagði í viðtali okkur einmitt að við erum auðvitað umvafin hafinu og alla kanta. Hvar stöndum við þegar kemur að þessu? Já, það margt sem við erum að gera vel. Við erum varðandi 30% af markmiðið fyrir árið 2030. Okkur gengur ágætlega á landi og við höfum verndað það bil 25% af landinu okkar, en á hafi stöndum við enn sem komið bara í 0,07%. Það afskaplega lítið, en við megum eiga það vel verndað og það vel virkt. Við þurfum bara að gera miklu meira. Það ágætlega vel mannað hérna akkurat núna, en þú væntanlega hvetur fleiri til að sjá þessa mynd. Já, mér finnst þetta ótrúlega, þetta frábært að hann sé að gefa okkur þetta í afmælisgjöf frá sér. Hafið í kringum Íslandi kraumandi af kórallum, það vita það kannski ekki allir, og samningurinn líffræðilega fjölbreytni, hann tekur sérstaklega á því að við þurfum allt samfélagið með okkur. Við þurfum að gera það öll saman ef við ætlum að ná þessu. Við náum ekki Parísarsamkomulaginu ef við náum ekki þessu markmiði 30% vernd og samninginn líffræðilega fjölbreytni. Þannig að það stórkostlegt að sjá svona ótrúlega mikið af fólki í kvöld og ég hvet bara fólk til að fara í bíó. Takk kærlega fyrir það, Perla. Já, við ætlum að fara að hleypa fólkin í sal og kveðjum héðan úr Smárabíói. Takk fyrir það, Eva Björk í Smárabíói. En Leo XIV varaði við því að trúin væri á undanhaldi í fyrstu messu sinni sem páfi. Hann sagði að þar sem trúin gladdist, tapi lífið sjálft merkingu sinni. Leo, fyrsti bandaríski páfi sögunar, ávarpaði kardínála í Sixtínsku kapellunni í morgun, fyrst á ensku en síðan ítölsku. Come tante volte ci ha insegnato Papa Francesco,
siamo chiamati a testimoniare la fede gioiosa in Cristo Salvatore. En þótt páfinn sé æðsti maður kaþólsku kirkjunnar og í augum kaþólika bein tenging við Krist sjálfan, hann, rétt eins og við hinn, bara manneskja. Og það vita eldri bræður hans tveir sem báðir búa í Bandaríkjunum. It was like, oh my God, it's Rob. It's never going to be the same. What are we going to do? Yes, it's Rob, yeah. Miðjubróðir Leós fylgdist með ásamt frænku þeirra. And then we saw the curtains move, and then we saw the cardinal come out and announce who the Pope was. She started screaming because it was her uncle, and I was in the moment of disbelief that this cannot be possible. This is a picture of the three of us as we were young. This is the picture of the new Pope. I believe that's when he was 3 years old. I still do it, play with guns, knives, bows and arrows. He would play priest. How boring. Come on, Rob, let's go. No, can I give you communion? I, honestly, to tell you, I think he will be a second Pope Francis. He was always like a servant to the people, trying to help the people build churches down there and schools. We still talk every day. He'll call when he's through with work. But what was interesting, when he was in, I think, first grade, one of the neighborhood ladies across the street said to him, "You will be the first American Pope." She knew that, she sensed that at 6 years old. How she did that, who knows? Það var óskandi að páfinn gæti gert eitthvað í veðrinu því það var vetrarlegt að lítast vestan og norðvestanlands í dag þrátt fyrir að rúm vika séð liðin af maímánuði. Á höfuðborgarsvæðinu gekk á með slyddu og hagléljum og víða snjóaði í fjöll. Spáð áframhaldandi éljagangi á vestur- og norðvesturlandi fram til morguns og smá við krapa eða hálku, einkum á fjallvegum og slæmu skyggni. Varað við versnandi akstursskilyrðum og æskilegt að bílar séu búnir til vetrarakstur. Kíkjum þá á það sem verður í íþróttafréttum í kvöld. Ný treyja sem íslenska kvennalandsliðið fótbolta mun spila 2 af 3 leikjum sínum í á EM í sumar var frumsýnd nú undir kvöld. Við lítum við á Ísafirði hjá Vestra sem hefur byrjað bestu deild karla í fótbolta af miklum krafti. Og kvennalið Vals í handboltaleikur fyrri úrslitaleiksinn við spænska liðið Porrino á morgun í Evrópubikarnum. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Rifjum það upp helstu atriði þessa fréttatíma. Lögreglurannsókn hafin á umfangsmiklum gagnaþjófnaði úr kerfum sérstaks saksóknara og njósnum fyrir rúmum áratug. Ríkissaksóknari telur að þarna geti verið brot á persónuverndarlögum. Mikil þörf á úrræði á Akureyri fyrir fólk með geðrænan vanda, segir móðir ungs mann sem hefur verið saknað síðan í mars. Hann dvaldi þá fjarri fjölskyldu sinni á meðferðardeild í Reykjavík. Á 3. tug erlendra gesta voru við hátíðahöld á Rauðatorginu í Moskvu í dag. Rússar fagna því að 80 ár eru frá uppgjöf nasista. Fréttaritari RÚV var í Moskvu. Og Alþingi kemur saman til aukafundar á morgun til að reyna að ljúka fyrstu umræðu veiðigjaldafrumvarp atvinnuvegaráðherra. Umræður hafa staðið í tæpar 30 klukkustundir sem met. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is uppfærður allan sólarhringinn. En við kveðjum að sinni, verið þið sæl.